Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í sér útgáfu af fréttum vikuna með Snorra Másinni ritstjóra. Við erum ekki mynd í dag, enda væri það sem hér ber fyrir sjónir líklega flestum ofviða, ef þið sagði það. Ég er staddur í Brussel, í Belgíu og er hérna í sérstakri skoðunarferð með góðum mönnum. Ég hef vinatengsl við menn sem hafa fjölskyldutengsl við Borgar Þór Einarsson meðal annars og við erum hérna hjá honum. Hann er framkvæmdastjóri uppbyggingarsjóðs EFTA, held ég að það sé, og ég er hérna að EFTA eða EES, EES. Þarna þið heyrið að ég er hérna komin til þess að ég raun og veru kynna mér innri hræringar í bákninu. Ég fengi hérna til mín eru sestir hérna hjá mér Jakob Birgisson vinur minn. Velkomin Jakob. Takk fyrir, gaman að fá að vera hérna með þér við þetta ágæta stofuborð hér heimi á Borgari og mér finnst þetta bara spennandi að fá að vera með í þessum fréttum vikunar. Við erum hérna komin á flugi, búin að taka leigubíl. Þú varst að segja það, þú fylgir sérstaklega vel með fréttum. Já, þetta er svona, ég myndi ekki segja þetta væri vandamál, en ég stundum Þú ert búin að vera að senda á mig ömurlega pælingar og stjórnarmyndununa bara alla vikuna. Já, sko, ég er nú kannski ekki sá karakter sem er endilega alltaf að spá í spílinn. Það er meira bara að ég reyna að sjá fyrir mér hvað er að gerast, en síðan hef ég áhuga á einhvern svona smáatriðum í stjórnarmyndunar viðræðum. Þetta er eins og kona mín sagði um daginn, hún væri bara svolítið svona áhugalaus þessa nýju ríkisstjórn, en samt þurfti ég að horfa alla fréttinar bara til þess að geta séð fyrir mér sko einhvern veginn söguna bara, þetta gerist fyrst, svo gerist þetta og að Oddur Þórðarsson, þú vinnur við fréttir, fréttamaður á RÚV, hefur gert garðinn frægan sem snyrtilegur og vandaður maður í framkomu í erlendu fréttum ríkissjónvarpsins. Vertu velkominn inn í fréttir vikuna. Hvernig líður þér með að vera komin inn til Brussel? Þú ert líka, þannig að það sé tekið fram, vinur minn. Já, mér líður mjög vel, takk fyrir að hafa mig með. Ég mér finnst sko veðrið hérna lofa mjög góðu, það er alskýjað og svona hér bil 12, 13, 14 gráður og ég held að ég sé bestur í þannig veðri og þess vegna líður mér mjög vel núna og ég er bara mjög glaður að vera komin inn í þáttinn. Já, þannig að sko ég tek það fram hérna í upphafi af því að við erum alltaf að fara yfir málefni líðandi stundar að ólíkt Oddi sem er á framfæri skattgreiðenda, þá er við á frjálsum markaði. Við erum í samstarfi við öflug fyrirtæki, þar á meðal til dæmis Reykjavík Photo. Þið heyrið að hér erum við á ferð og hljóðið í okkur ætti að vera, ég segi ekki óaðfinnanlegt, en framúrskarandi og allt er þetta í boði Reykjavík Photo. Annað fyrirtæki sem við erum í samstarfi við er Þótt Þorgrímsson, það er byggingarvöruverslun sem er í 70 ára sögu og ég hef sagt að þeir bjóði upp á sérstaka gæðavöru á sanngjarnu verði. Það er að segja sko, ef þú ert að gera baðherbyggi, flísar, veggefni, þú ert að hljóðeinangra, að gera einhverjar hljóðvistarpælingar, kíktu í Þótt Þorgrímsson, það er ótrúlega gaman að skoða þetta dæmi. Korkur til dæmis, ótrúlegt efni. Að lokum myntkaup, margir að spá í kryptó, rafmyntum þessa dagana, þar á meðal ég og flestir Íslendingar myndi ég segja kaupa sína rafmyntir hjá myntkaup. Ert þú ekki þar, Jakob? Jú, ég fæ kannski að skjóta inn í að ég reyndar ekki umsvifamikillar, en ég sá þau auglýsa þetta og fannst þetta áhugavert og þetta er samþykkt af FME, fjármálaeftirlitinu, og ég prófaði það, sækja mér appið og stunda þarna smávægileg viðskipti sem gengur mjög vel fyrir sig og þetta er bara mjög gott app líka. Það er mjög þægilegt að fylgjast með hlutunum þarna, þannig að ég verður náttúrulega bara að fá að hrósa þeim, algjörlega óháð því hvort að þeir séu að í samstarfi við þig eða ekki sko. Já, þeir hljóta líka vaxi í augum þínum bara vegna þess. Já, sjálfsögðu vaxi í augum mínum vegna þess, en þetta var bara einlaglega mjög flott hjá þeim. Sko, það eru fréttir vikunar. Við förum í þessum þætti yfir fréttir vikunar og iðulega erum við í svona stundum erum við svolítið svona óhefðbundnum jaðarfréttum, en annars náttúrulega hefur ekkert verið að frétta í raun og veru í þessari viku nema bara ný ríkisstjórn. Hvernig eru þessar skiptingar? Við erum að tala um að Bjarni er farin yfir í forsætisráðuneytið. Oddur, getur þú farið yfir það hverja breytingarnar eru nákvæmlega? Já, sko Bjarni eins og bendir eftir á Ég veit að Bjarki er lykilmaður í þessu því ég var kallaður hérna, Jakob birti myndað mér á Twitter áðan og kallaði mig þegar ég var bjór og kallaði mig Bjarki Ölsen. Já. Það er Ölsen. Bjarki Ölsen er hrókur alls fagnaðar.
hvert sem hún kemur. En já, sko, Bjarni fer í forsætisráðuneytið, Sigurður Ingi fer þá úr innviðaráðuneyti í fjármálaráðuneytið og þar fyrsti framsóknarmaðurinn til að gegna því embætti í, 45 ár, minnir mig að hafi verið. Wow. Já, Þórdís Kolbrún sem var nýkomin yfir í fjármálaráðuneytið, fer aftur yfir í utanríkisráðuneytið, kemur í stað Bjarna þar. Svandís Svavarsdóttir var í matvælaráðuneytinu og fer í innviðaráðuneytið þar sem Sigurður Ingi var. Í hennar stað kemur Bjarkey Olsen Okkar kona. Akkurat, og svo náttúrulega Guðmundur Ingi Guðbrandsson nýr formaður Vinstri grænna. Það heldur kannski margir að hann myndi færa svona set en hann ætlar að vera áfram í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu og fleiri hreyfingar verða ekki á þessari ríkisstjórn í bili. Og kannski alltaf að taka fram í mitt sko nýr formaður Vinstri grænna sem hann vissulega svona á blaði gerir ráð fyrir vegna þess að var varaformaður en það áhugavert líka að sjá þau fá Bjarkeyju inn sem að það hafi verið einhver svona vangaveltur það hvort að hún sé hugsanlega ekki ógni einhvers konar í hierarkíunni þarna í VG vegna þess að fólk talar svona almennt í kringum að Svandís verði næsti formaður eftir næsta svona aðalfund eða hvað þetta heitir hjá þeim. Vitum við hvenær það er? Er það ekki að næsta ári en í haust? Þau munu væntanlega bara boða til nýs fundar eða eitthvað, ég meina það er svolítið svona væntanlega grundvallar atriði að nýr formaður hafa allavega gott lið á bakvið sig en ég meina Orri Páll þetta með þingflokksformaður VG, hann hefur þótt mjög svona öflugur undanfarið og hefur komið bara mjög sterkur inn í fjölmiðla, talar mjög svona bara beinskeytt og kröftulega hvort að maður eigi að vera með eitthvað samsæriskenningur að ef ekki vilja gera hana ráðherra vegna þess að þau vilja ekki hann fara að blanda sér í eitthvað formannslag eða hvernig það er ég veit það ekki, ég veit ekki hvað ég gef mikið fyrir það, hann er líka bara góður þingflokksformaður og þurfti eitthvað utan á landi sko, ég meina hann er í norðausturkjördæmi hún, Bjarkey Olsen hún er þannig í norðausturkjördæminu og ég meina hinn eru bara á suðvesturhorninu og ég meina Steingrímur var þannig í norðaustur og það er kannski bara mikilvægt að hafa einhvern utan á landi þannig. Já, af því að sko auðvitað eru VG í flókinni stöðu, Katrín er hérna komin í framboð, það er svo sem margt að segja þessa sko stjórnarmyndun en í raun og veru sko sko eins og Þórdís Kolbrún fer úr utanríkisráðuneytinu í fjármálaráðuneytið í örfá mánuði og svo aftur fólk að koma ykkur í verk í svona ástandi, skilurðu? Mér finnst þetta svo skrítið, en akkur, það skiptir ekki störf svona 8 og 10, skilurðu? Eitthvað lítur þetta að kosta, þú erum bent á það áður Snorri að allar þessar hrókeringar það kosti nú skildingin og þetta lítur að gera það líka, við sáum það hvað voru þetta margir milljarðar sem að féllu til við síðustu ráðherra kapla þegar að stjórnin tók við að nýju. Það voru 100 milljóna en síðan þegar framlíða stundir þá safnast þetta örugglega í meira en milljarð minni mig sko. Bjarni er orðinn forsætisráðherra. Þetta náttúrulega augljóslega kostar eitthvað en ég held að sé samt til að það eru 18 mánuðir eftir og við sjáum til dæmis, þú veist, Bjarni og Kolbrún að skipta ráðuneyti, ég held að áherslunar séu alltaf mjög svipaðar, sérstaklega Bjarni er ennþá formaður. Þannig að ég held að þú veist, þetta er ekki þannig að einhver allt annar flokkur komin í ráðuneytið og vilji setja sínar áherslur en það er nú samt þannig með fjármálaráðuneytið þar sem að Sigurður Ingi kemur inn og maður velti því fyrir sér, það er mjög áhugavert með Framsókn sem hefur verið mjög mikið í ríkisstjórnum bara í lýðveldi sögunni að þeir séu nánast aldrei í fjármálaráðuneytinu, allavega ekki bara síðustu hálfa öld nánast. Bara svona það vakti furðu mína pínu að hugsa til þess að þeir hafa bara ekki sótt í þetta ráðuneyti, þeir hafa greinilega treyst á eitthvað annað en jú, augljóslega kostar þetta eitthvað en ég held að þetta sé bara eitthvað sem var nauðsynlegt til að gera til þess að halda þessari stjórn gangandi en ég verð að segja það að ég hef ekki mikla trú á þessari stjórn, ekki frekar en fyrri daginn. Það má hafa sína skoðunar á því hvort þetta sé góð ríkisstjórn eða slæm eða hvaða verk hverju þau hefur komið í framkvæmd þá hef ég ekki mikla trú á því að þetta muni lifa mikið lengur og ég til dæmis ræddi bara daginn við gegn heilan framsóknarmann sem er svona aðeins í starfinu hann var ekki ánægður með þetta að setja Sigurð Inga í fjármálaráðuneytið þetta er mjög erfitt ráðuneyti sem er bara það er í raun og veru sko, það er bara ekki gott efnahagsástand svona í svona ákveðnum skilningi þetta er sumt gott, þetta er ekki hræðilegt en ég meina hvað er hann að fara að ná út úr þessu sem er gott fyrir næstu kosningar
þú veist, hefði ekki verið betra að bara láta einhvern annan sjá það og taka skellan á sig, ég veit það ekki, þetta var það sem þessi ágættu Framsóknarmaður nefndi við mig. Og nefndi Framsóknarmaður, sko, Bjarni Benediktsson orðinn forsætisráðherra. Það hérna langþráð og Ríkisútvarpið þreytist ekki á að nefna eins og Morgunblaðið var ósátt við að Bjarni kemst aldrei yfir áramóta ávarps markið. Heldurðu að hann komist yfir áramóta ávarpsvarpið, Oddur? Já, ég ætla nú að fá að spá hérna gagnstæða, Jakob. Ég ætla að spá því að þessi ríkisstjórn lifi. Ég held að enginn þessara þriggja flokka vilji ganga til kosninga. Þó kannski svona þessi mesti bóurinn á sjálfstæðismönnum, þeir kannski gætu alveg farið í kosningar, jafnvel bara tekið jafnvel eitt kjörtímabil bara á sig í stjórnarandstöðu og unni fylgi tilbaka. En já, nær Bjarni að flytja áramóta ávarp, já, ég held það sko, ég held það. Spurningin. Ef ég fæ að skjóta inn í að ég svo sem alveg sammálaður að það engin sérstakur hvati núna til þess að sprengja ríkisstjórnina, og það auðvitað þarf svolítið að miðast út frá því. Ég held að eins og Framsóknarmenn, þeir eru með alvöru maskínu og þeir eru með menn innanborð sem að vita alveg hvað kosningar eru og hvernig þú getur fengið allavega svona ásættanlega niðurstöðu við aðstæður hverju sinni. Þeir hafa mikið verið að ræða við Samfylkinguna og svona tala í þessa átt, og ég held að þeir munu þá reyna að treysta það í næstu kosningum. Þú veist, ef allir VG sem svo að Svandís væri orðin formaður og hún myndi hóa svolítið þetta gamla lið í gang, reyna að sprengja ríkisstjórnina á einhverju svona máli sem svolítið tákgrænt fyrir VG, virkjanamál kannski til dæmis eða eitthvað svoleiðis. Auðvitað getur það orðið svolítið svona ótrúverðugt fyrir að gera það. Bjarni segir orkumál, verðbólga, útlendingamál, að þetta séu stóru málin sem menn vilja keyra í gegn, og þá benda menn auðvitað á að þeir hafa ekki getað sjálfstæðismenn gert neitt af því sem þeir vilja gera með VG innanborðs, og að það sé ekkert sem bendir til þess að það breytist, en mögulega með hann í stafni að þá geta þeir keyrt þessi mál í gegn. Mér fannst strax vera komin einmitt ummæli frá Guðmundi Inga, það sem hann var að tala einmitt að hvað verið mikilvægt að þau eru að koma í stjórn á innviðaráðuneytinu, svona eiginlega eins og þau gætu þá stöðvað ennþá virkjanir og alls konar svona, þannig að mögulega verður þetta meira því sama. Hann nefndi það, ég man ekki alveg hvernig orðalagið var, en það var eitthvað að hann svona nefndi að sérstaklega beint eftir blaðamannafundin að allavega einhver ákveðin skipulagsmál sem snúa virkjunum væri á borði innviðaráðuneytisins, sem ég fann strax vera bara einhver svona hemill. Hann var eiginlega að segja nokkuð veginn þarna bara, en sjáu til, sko, þetta er ekki alltaf að fara bara í gegn. Sko, ég hugsa bara einmitt að við erum að tala við erum inn í Brussel, uppbyggingarsjóður, EES, norðmenn að borga brúsan með sinni orkuöflun, sækja olíu, gera það sem þarf að gera til að sækja verðmætin. Mér finnst að Íslendingar ætti að vera þar, moka olíu, fara í fyrsta lagi hafsbotn, hleypa heiðari þangað, og í öðru lagi, ég veit ekki, virkja meira. Er verið að skemma náttúru með óafturkræfum hætti? Eru menn viðkomin fyrir því? Eru þið, þú veist? Ég gælt varhug við því bara að því leiti að ég var nokkuð að ræða þetta við koruna mína, og ég svo sem sko ekkert mjög sterkar skoðunar á þessu, en auðvitað er það þannig að eitt af því sem er einstakt við Ísland er ósnert náttúra að einhver leiti, og hálendið og allt þetta, og það er erfitt að meta til fjár, það er erfitt að segja til nákvæmlega hverju maður er tilbúin að fórna. Ég held náttúrulega í fyrsta lagi þurfum við að styrkja allar leiðslur fyrir orkuna. Þið Vinstri grænum eru að segja þetta. Ég er ekki Vinstri grænum, en já, við Ölsen erum búin að vera að leggja ráðin þetta. Auðvitað þarf bara að bæta nýting og allt þess áttar. Við þurfum að reyna að gera það, en sko maður áttar sig ekki alveg á þessu, sko mér finnst þetta vera orkumála umræðan. Mér finnst þetta svolítið vera bara eins og að ræða ESB í gamla daga eða eitthvað. Þú veist, það er bara eitthvað svona, það er verið að alhæfa alltaf eitthvað. Og mér finnst bara mjög óljóst hvort það sé raunverulegur orkuskortur á Íslandi eða ekki, vegna þess að við sjáum alls konar fólk sem er bara trúverðugt, sem hefur verið að vinna í þessum gera, sem segir nei, það er ekkit orkuskortur á Íslandi. Það þarf bara að laga flutningskerfin og já, þú ert bara að velja hvert þú ert að selja hann í raun og veru, sko. Já, og segja bara hún er bara illa nýtt og eitthvað svoleiðis, en síðan er bara fullt af öðru mjög traustvekjandi fólki sem segir það er bara mjög mikill orkuskortur á Íslandi, það er engin umfram orkað en eitt, og maður stendur svolítið þarna bara vindleður og segir bara getið þið bara ákveðið eitthvað. Svona spurning með orkuskort hér og nú og orkuskort næstu árin og áratugina. Já, ef okkur er að fjölga sífellt, sko. Við hljótum að þurfa að svona
En ég hugsa, já, ég myndi segja, þú veist, taka, ef það einhverja sprænur þarna sem væri þetta klára hverja sprænu. En ég held að það sé bara allavega augljóst að það þarf aðeins að fara að skoða það og bara velja réttu reitina. Þú ferð ekki og virkjar dynjandi, skilur, eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, þú bara veljið einhverja staði, gerið þetta skynsamlega, reyna að hafa þetta afmarkað og auðvitað þurfum við græna orku. Ég meina, við erum með bara frábærar auðlindir til að búa til orku. Þetta hefur verið styrkleiki Íslands á mörgu leyti. Ég meina, þú veist, hvað er það að greiða fyrir orku, rafmagn og vatn og slíkt bara heima hjá okkur, skilur. Ég verð nú ekki mikið var við umræðu orkumál svona meðal bara venjulegs fólks út í bæ, sko. Maður kannski mun sjá það breytast á næstunni, sko. Ég meina, það myndir náttúrulega breytast hratt ef menn fær að finna fyrir orkuskorti sjálfir, en því er náttúrulega ekki þannig varið að það komi niður á heimilum, sko, heldur er þetta. Það eru fyrirtæki út á landi sem náttúrulega þú veist, öllu jöfnu ættu að vera að nota hreina orku en nota í staðinn brenna kolum, olíu. Maður sér það til dæmis bara með klæsileg fyrirtæki eins og síldarvinnsluna sem hafa verið duglegir þessu að nýta raforkuna, þú veist, þeirra skipur í landi og eitthvað slíkt og þau hafa eitthvað þurft að grípa til þeirra ráða held ég síldarvinnslan eða þarna á Eskifirði eitthvað annað fyrirtæki að þau eru bara að brenna olíu til þess að halda einhverju gangandi, maður þekkir ekki innviðina nægilega vel. Það eru stóru málin í stjórnmálunum, það er Jakob Birgisson orkumálin, Bjarni Benediktsson orðin forsætisráðherra og sko maður náttúrulega hugsa út í að maður getur náttúrulega vanist í afskaplega hratt að einhver sé leiðtogi þjóðarinnar í stjórnmálunum og þannig að Bjarni gæti kannski allt í einu stimplað sig með einhverjum hætti inn og bara haft þau áhrif að flokkurinn einhvern veginn skilur þarna náðu sér á strik eins og ég segi það komið kalt stríð á Íslandi fólk skiptist í fylkingar eftir því hvort bara hvernig það lítur á átök út í heimi meðal annars, hvort sem það með tilliti til Úkraínu eða Rússlands, það var nú öllu óumdeildara meðal Íslendinga en nú erum við með Ísrael og Palestínu og það lítur einn hópurinn svo á að allt sé réttlætanlegt sem þeir halda með gera og hinn svo á að allt sé réttlætanlegt sem þeirra hópur gerir. Ég veit ekki hvort það tengist því en ég segi þarna brjálæðislegan pistil frá konu sem heitir Margrét Rut Eddudóttir sem er eiginkona Halla PC Ríka hún talar með Bjarni Benediktsson sem ofbeldismadur og þetta ofbeldið birtist í því að Bjarni fái að halda ótrautt áfram að valsa valdastöður þessara þjóðar og þetta ótrúlega svona lýsandi pistil finnst mér hjá Margrét Rut Eddudóttir það sko, að þú veist, ég sem velum maður ok, Bjarni forsætisráðherra ok, held áfram með lífið þarna líta menn svo á að þarna er verið að þetta eru gerendur þessara þjóðar sem er verið að gefa valdastöður þannig að, já, það er kalt stríð upplifið þið það líka, ótrúlega, það hlýtur að vera erfitt að vinna í erlendum fréttum núna, er ekki allir alltaf brjálaðir út í ykkur saman hvað þið segið? Jú, það er eiginlega svolítið málið, sko og Palestínu og allt þetta dæmi einmitt akkurat Ísrael og Palestínu og stríðið og Gaza og reynir svona í kvöðuna að bara svona beita nákvæmni í fréttaöflun og draga upp bara sannleikan eins og hann birtist en það er eiginlega sama hvað maður segir að gera það einhvern veginn kemur alltaf gagnrýni sko báðum áttum og þá hugsa maður þá hlýtur nú eitthvað að vera rétt gert ef að gagnrýni kemur úr báðum áttum og þú kannski þekkja bara sjálfur ég held að bara blaðamenn á öðrum miðlum þekki það líka sko og sérstaklega með Ísrael og Palestínu ég hef aldrei upplifað annað eins þegar kemur að gagnrýni og aðfinnslum og athugasemdum sem eru góðar það er eitthvað sem að fréttamenn bara byggja störf sín á en þú veist þetta er svo skrítið en þess að maður tala við einhvern og hann bara skilur annarkvort er hann bara hægri maður og þá er hann að hugsa bara þarna Hamas og bara hvað Hamas er að gera og þá er bara allir fókusin þar og svo tala maður við einhvern hinum sem er bara að hugsa hvað Ísrael er bara sem ríki sé bara ill eining í veröldinni þú veist og þegar menn koma bara svona út úr böngarnir sínum og byrja að tala við einhvern sem er bara þú veist að reyna að sjá hvað er að gerast að reyna að greina hvað er að gerast augljóslega misbýður manni þarna dráp á börnum öllu eðlu fólki gerir það þú veist maður er bara að reyna að fylgjast með þessu en þú veist fólk er og það er þess að líður mér þess að þetta sé svona og ég er ekki að segja að það sé eitthvað skotla okkar kalt stríð en þetta er svona, mér finnst þetta hlýtur að vera í ætt við það sem menn upplifðu í kalda stríðinu þar sem að þú bara sást þróunina í heiminum með alveg svart hvítum hætti og bara einhver sem þú getur hitt í fjölskyldubúði
Já, algjörlega, ég held líka sko maður sér bara svona einhverja kaldastrið svona tvípóla hugmyndafræði gegnum síra líka bara dagmenningu og annað kvikmyndir föður atómsprengjunnar ef þú kíkir á Netflix í dag þá þar rosalega mikið efni kaldastríðið, seinni heimsstyrjöldina þennan tvípóla heim og ég held bara að þetta sé svolítið svona seittla inn í menningun okkar og tungutækið, við erum held ég farin að tala öðruvísi oft svona hernað og hernaðar bandalög og svona orðræða stríð og vopn og annað, þetta orðið, við erum orðin svona librari að tala stríð, eðlilega, það er stríð í Evrópu og það er hræðilegt stríð líka fyrir botn Miðjarðarhafs og ég held að þetta bara gegnum sýri líka menningun og tungutæki og þar með hugsun allra að við séum einhvern veginn í tveimu fylkingum og það sé einhvern veginn átök þar á milli sko. Ég held að sé líka bara með þetta sko, bara svona venjulegt fólk að fylgjast með þessu, að þetta er einhvern veginn allt annað en bara eigum að hækka skatta eða ekki skilur vegna þess að þetta er bara það er bara verið að beita ofbeldi, það er bara verið að drepa fólk og þú sér myndrænt frá þessu hvernig þetta er og það bara snertir fólk mjög mikið sko, fólki verður mjög heitt í hamsi, það er rosalega erfitt að segja við almenning eða fólk líttu bara á þetta realíst, þetta eru einhverja tvær þjóðir, þetta eru tvö ríki og það eru hérna hagsmunur undir eða eitthvað slíkt saman hvort þeir séu eða ekki þú veist, þetta bara þetta verður náttúrulega bara viðkvæmt þetta er bara tilfinningamál hreinlega skilur. Já, bara augljóslega, það er mjög skiljanlegt og maður sér það í allir svona umræðu þú veist, fólki raunverulega líður illa yfir þessu skilur, það bara einhvern veginn svona finnur fyrir einhverju samkennd og þú veist Þetta er magna og ég fór að hugsa sko í sambandi við forsetakosningarnar þú veist, Baldur Þórhallsson, ég held að hann hafi ekki sagt orð Ísrael og Palestínu frá því bara 7. október og þú veist, það var þegar Hamas gerði árás allan þetta var mjög óábyrgt að segja þetta, ég bara googlaði þetta aðeins, ég fór eitthvað aðeins að hugsa þetta, hefur hann blandað sér í þessu umræðu skilur, að því hann er alltaf mikill NATO maður og við vitum alveg hvernig NATO snýr sér í þessu og síðan er Katrín að koma úr allt annari átt ég fór að veltaði fyrir mig hvort að menn gætu farið að ræða þetta í kosningabaráttunni eða ég meina það er alveg aðeins hiti að færast í leikinn, við erum með Jón Gnarr þarna, við erum með Katrínu, við erum með Baldur, við erum með Höllu Hrundur Logadóttur orkumálastjóra, svo erum við Höllu Tómasdóttur og marga ónefnda, Arnar Þór Jónsson og fleiri góða sem eru þarna að bjóða fram krafta sína hvernig eru þið áhuga samir það hver verður forseti, finnst ykkur að skipta máli? Já, mér finnst það skipta máli og mér finnst sko, það er náttúrulega líka þegar nú eins og bentur á, ég er í erlendum fréttum og ég öfundast stundum fólk sem hefur aldrei unnið í fréttum og vinnur ekki í fréttum að fá að upplifa fréttir svona bara clean sko. Maður hefur starfað í fréttum og veit þar alveg alltaf hvernig það eru unnar og svona, maður fær ekki að upplifa einhvern veginn svona hrátt sko. Þú veist hvað er inn í pulsunni. Akkurat, en nú er maður sko í erlendu fréttum þá upplifi ég sko innlenda fréttir og innlendar kosningabaráttur og svona svolítið svona clean, ég veit ekki alveg hvað er oft í pulsunni sko. Þess vegna er ég mjög spenntur fyrir þessum kosningum og ég bara eiginlega vona að þeir verði mjög spennandi en að þú talar sko Ísrael og Gaza og Hamas og hvort þetta komið til tals í kosningunum, ég held það að því að við erum með svona nokkuð oft óljósa hugmyndum hvað forsetinn eigi að gera, frambjóðendum með jafnvel mismunandi hugmyndir hlutverk forsetnabetisins og ég held að þetta sé bara það mörgum ofarlega í huga, þetta muni klárlega að koma til kastana og verða rætt í aðdraganda kosningana, hvað finnst fólki Gaza, hvað getur forsetinn gert, hvaða lóð getur hann lagt á hvaða voskal og svo framvegis. Ég er svona aðeins með þessar kosningar að mér er náttúrulega bara algjörlega skipta máli hverju forseti, bara alveg eins og það skipta máli hverju ríkisstjórn þannig lagað, þú veist, þetta hefur hann öðruvísi völd en hann hefur mjög mikil svona óformleg völd og hann getur svolítið svona skapa sér einhverja ímynd, hann getur haft áhrif á umræðin og slíkt og eins og Baldur, ég var að hlusta viðtal við hann daginn í einhverju hlaðvarpi þar sem hann var einmitt að tala út í hann er svona sérfræðingur í smáríkjafræðum allir með þess að Ísland gæti í raun og veru ekkert haft neinn sérstök áhrif allir með stríði fyrir botni Miðjarðarhafs í raun og veru svo sem pínu að leggja morð í munn en þú veist að smáríki gæti einbeitt sér að því sem þau var góð í og svo framvegis en það sem ég hef ágætlega með Baldur vegna þess að hann er fræðumaður og öll viðtöl sem ég hlusta við hann á öll hlaðvörsviðtöl, lengri viðtöl þá er þetta eiginlega bara orðið eins og einhver stjórnmálafræði tími þar sem að hann er einhvern veginn svona pæl í málum og er ræða einhverja kenningar og svona þarf þetta og hitt að gerast og svona sem er bara flott hjá honum og hann er mjög vitur þetta en ég held að þetta verði hans akkillesarhæll vegna þess að þó svo að fólk gæti vilja pólitískari forseta en Guðna til dæmis
þá ég ekki vissum að þau vilji samt að hann sé svona mikið að tala þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvernig að koma sér orð, þetta eins og með Guðna TH, hann var með sína þekkingu sem sagnfræðingur og var bara eins og fræðumaður í framboðin, hann sérfræðingur í sögu, sérstaklega svona íslenskri pólitískri sögu, forsetaembættið, hann var mjög mikið bara að vitna í eitthvað svona Kristján Eldjárn sagði þetta þegar þetta gerðist og hann þarf að þjálfast þá í Baldur sko að fatta hvað hæfi því samhengi sem hann að tala sko, hvaða upplýsingar hæfa samhenginu. Já, og út af því að og þetta bara mjög alvarlegt. Já, þetta bara mjög alvarlegt mál. Nei, og til að þú veist, hann bara, þú veist, í grunninn bara að segja alveg gáfulega hluti. Ég bara held að þetta gæti ekki endilega farið vel ofan í sko allan almenningu í íslensku þjóðina, en kannski það rangt metið. Ég held bara að hann verði að passa sér rosalega mikið á þessu að vera meira bara Baldur og Felix og vera bara stemningsmaður sem að veit ótrúlega mikið, en hann þarf ekki alltaf að fara djúpt ofan í allt sko, því að þá getur þú fara að hitta fólk skringilega. Það það held ég sem allavega Katrín hefur umfram hann, við eigum svo sem eftir að sjá hennar barátu nákvæmlega, en það sem ég held að Katrín muni gera að hún augljóslega pólitísk, hún pólitíkus, hún veit margt og hefur verið í þessu öllu, hún hefur verið að þessum NATO-fundum, hún hefur oft verið með fundum með forsetum, þjóðarleiðtogum og svo framvegis, að mín tilfinning svo að hún muni nálgast þetta meira sem svona gamla hressa Kata, traustsins verð, en hún þarf ekki alltaf að fara mjög djúpt ofin í allt og segja hvað hún veit mikið eitthvað sko. Og ég hugsa líka að þú veist að þar sem Katrín hefur náttúrulega mörguleiti liðið hvað best á síðustu árum með einhverja Liverpool-húfu og skilur eitthvað í einhverjum svona mjúkum málum sko, þannig að hún mjög sjóuð í svona ásýndarmálum sko. Hún mikil alþýðukona sko og bara ber sig þannig sko. Býr í blokk í Vesturbænum, rétt hjá mér. En ég held að það muni sko þetta íbúðurinn sem metin á núna bara út af stöðu hennar vegna. Nei, ég var bara til að vita bara fasteigna ég myndi segja svona þetta örugglega svona 120, ég var að flytja þannig ég inn í fasteignamarkaðunum, ég held að þetta sé örugglega svona, ég myndi skjóta að þetta sé örugglega svona rúmlega 100-120 fermetra íbúð eða svo, og þetta eru svona 90-100 milljónir eitthvað svoleiðis. Erum við að tala hvað, 3 eða 4 svefnherbergi eða minnst þetta bara áhuga? Já, eitthvað þannig, hún með 2 krakka og ég meina hún sýndi á spilin, það var alltaf. Við erum með 3 drengi. Já, 3 drengi, afsaka þetta Katrín, en þarna hún með og þarna skal ég segja sýndi innan úr íbúðinni þessu ávarpi sko, þá sá maður, ég held að það hafi verið heima á henni. Já, en þetta var mjög alþjóðlegt sko, þetta var bara út í rákvæmur að fasteignamat sko. Já, þarna, og talandi kalt stríð, Gísli Marteinn hættu við að lýsa Eurovision, ætlar þú að taka þetta átur? Já, það var margir komið að máli við mig og beðið mig að lýsa Eurovision, nennir að horfa á þetta? Já, ég nenni alveg að horfa á þetta. Ég svona almennt bara stemningsmaður og mjög auðvelt með að svona gíra mig upp í svona stemningu sko. Það verður nú gott að þú tækir þetta, Jakob. Það er kannski ekki mjög svona eftirsótt að fylla í skarð einhvers sem að hætta við af svona einmitt kalda stríðs aðstæðum. Já, ég gæti örugglega alveg fyllt í þetta sem var alltaf bara að gleyma eftir 2 ár sko. Já, ég hugsa það sko með þetta svona, þú veist, kannski líður öllum eins og þessi geðveikt mikill hiti á þeim og Gísla leiður eins og verið geðveikt mikill hiti á honum, en síðan einhvern veginn fólk út í samfélagi einhvern veginn. Ég held með þess að ákvörðum Gísla að þetta sé bara eitthvað svona persónulegt hjá honum, að hann kannski bara ákveða að gera þetta ekki og því hann líður ekki vel með það og hann sér ekki fram að njóta þess sko, en þú veist í grunninn held ég að hann geti alveg gert það myndi ekki, þú veist, breyta einu svona hans persónu, ég held að þetta sé bara eitthvað svona hjá honum og bara fínt hjá honum að þá fylgja sinni samfæringu sko. Eitt áhugavert sem ég langaði að koma inn á þegar Bjarni myndaði þessa ríkisstjórn núna og þá var svona viðtöl við fólk úr stjórnarandstöðunni, mjög áhugavert að Kristrún Frostadóttir var með svona barmnælu, svona nælu sem að fólki með í jakkanum sínum, íslenska fána. Maður sér þetta ekki mikið í dag. Þetta svona, hefur tíðkast í Bandaríkjunum og svona, Íslendingar með íslenska fánan, nælu, pólitíkusar, munið þau eftir að hafa séð þetta áður? Valla sko, það væri helst ef að einhver í flokki fólksins hafi
vilst einhvert Það er þá kannski helst í einhver svona öðru samingi og á þjóðhátíða daginn eða eitthvað svoleiðis. Já, eða svona næla sem íslenski fáninn og ESB-fáninn eða íslenski og það er danski það er einmitt það sem svoleiðis, ritstjórinn myndi gera athugasemd við, það er ESB-fáninn með íslenska fáninn og þetta er áhuga, sko, íslenski fáninn er rosalega áhugavert konsept, það var einmitt, ég las einmitt að hafa einhver verið að agnúast út í Felix og Baldur fyrir að hafa alltaf verið að hjóla þarna framhjá og séð alls konar fána þarna, þú veist, og þeir eru náttúrulega í þessari hinsegin hreyfingu, þeir eru með það og svo er ESB-fáninn, ég veit ekki hvort þeir hafa verið að flagga honum eða eitthvað svona, en þú veist, það er svona fáni hefur ákveðið gildi fyrir fólk og ritstjórinn hefur reynt að ríða vaðið með því að hafa íslenska fána þarna, kannski Kristrún búin að vera að horfa. Erum við með íslenska fánan hér? Ég tók íslenska fánan tók myndanum í Jómfrúnni á flugvöllin maður. Já, en síðan er líka annað að síðan sá ég auglýst eitthvað svona flokkstjórnarþing samfélkingar einhverstaðar að Blönduós eða eitthvað og myndin þar er eitthvað svona hraun og eitthvað og íslenski fánin svona fánastöng með íslenska fánunum og þetta er við samþó. Ja, þetta er bara samfélkingin, bara eitthvað sem ég hef ekki, mér rekur ekki minni til þess að hafa séð þetta af samfélkingun allavega í langan tíma. Nei, þetta er greinlega mjög meðvitað hjá Kristrúnu. Þetta er bara augljós skilaboð, einhver svona undirliggjandi skilaboð sem ég bara mjög áhugaverð. Mér stöðu að henni góða, mjög góð. Er einhver annar að gera þetta? Nei, þetta er svona þjóðhátíðardagsdæmi. Bjarni er rótt með fálkan en ekki fánan. Og ég verð að benda á það sem Björn Jón Bragason skrifaði ágætlega í umfjöllun framboðstilkynningu Katrínar Jakobsdóttur og ég, þetta er svo sem eitthvað sem ég hef fjallað ítrekað í fréttum vikuna sko, að ég er alltaf svo, það pirrar mig alltaf þegar fólk getur ekki sagt, þú veist, eins og Katrín þegar hún sagði að við þurftum í ávarpinu að við þurftum að tryggja íslenska tungu sem er okkar rótfesta skilur? Það er aldrei bara að setja upp punktur það er alltaf enn á sama tíma þurfum að standa vörðum fjölbreytnina sem einkennir íslensk samfélag. Ég er með annar punkt þarna, ég horfði að viðtal við Guðna núna út af 50 ára kaupstaðar afmæli, ekki kaupréttar Kristrún veit eitthvað meira það kaupstaðar afmæli, það var 50 ára kaupstaðar afmæli Grindavíkur Guðni og Elisa fóru þarna bara í glæsilega heimsókn og gerðu það vafalaust vel bara eins og Guðni hefur gert flest allt vel það var hann í viðtali eftir á sko og það var að spyrja svona, hvað finnst þér aðgerðunar sem hefur gerðið fyrir Grindavík og þá var hann mikið að hamra á það er ekki mitt að dæma það þú veist, og hann er alltaf það er eins og hann sé að mér finnst hann svona að vera auka í þetta að senda einhver skilaboð það er ekki forsetans að hafa skoðun á einhverjum sértakum aðgerðum og eitthvað og það er svo sem kannski bara eitthvað sem almenningi finnst hvort þið en mér finnst hann hamra mjög mikið á því síðan var hann líka einmitt þegar hann var eitthvað spurður Ísland eitthvað svona íslensku þjóðuna þá sagði hann líka eitthvað svona við erum ekki sérstök við erum bara eins og aðrir eða eitthvað svona, síðan fór hann auðvitað að tala þjóðinu upp en þetta er svona ákveðin tónn mitt eins og þú varst að nefna, það má aldrei segja bara já, Ísland, þú veist það er það sem ég hef líka gert athugasemd við held ég Guðna og ég man ekki hvort það hafi ekki bara verið jafnvel í ávarpinu hans núna þegar hann var að hætta, þá var einmitt sama, að ég er alltaf að bíða eftir einhver segi bara, heyrðu, við verðum að standa vörðum íslenska tungu sama hvað það kostar, punktur en ekki alltaf með fyrirvara að öllum líði vel allan tímanum ef við gerum það, þú veist, eða með fyrirvara brjálæðislu sovjasku inngildingar hugmyndafræðina mína, skilur ég meina, mér finnst það bara ekkert ganga upp sko, ég skil alveg þessa tilhneigingu því að þú vilt aldrei styggja neinn og þetta er svolítið eins og að tala Ísrael Palestínu, Oddur í fréttunum að reyna að flytja fréttir að því að hann fær gagnrýni á báðum áttum, skilur og þetta er svolítið þannig að fólk er svolítið svona hrætt fyrir það að segja bara við þurfum að standa vörðum íslenska tungu, við þurfum að stórefla hana en við þurfum líka að gæta þess að þeir sem komingað eða þú veist, alltaf þetta skilur og þú myndir ekki að heyra að við þurfum að tryggja orkuöryggi en á sama tíma gæta þess að hvað svo sem sko. Þetta er einmitt, þú veist, og ég svo sem rætti við Björn Jón, hann skrifar þetta vel og það er mín orð en ekki ykkar, ég tek undir þetta sem hann skrifar sko, það er holur hljómur í þessum orðum þessu sem hann vísar í hjá Katrínu unni menn raunverulega íslenskri tungu getur það ekki verið að háða einhverjum fyrirvörum eins og það eru settið fram. Á valdatíma Katrínar hafa stjórnvöld ekkert raunverulega aðhafst til að verja tunguna sem á verulega undir högg að sækja.
þá er þetta margtökin klísja hins pólitíska rétttrúnaðar fjölbreytni sem dyggð. Fjölbreytni hefur ekkert gildi í sjálfu sér, hún er rétt eins og einslitni, góð og slæm eftir atvikum. Og þetta er mjög góð ábending að þetta eru svona klísjur sem vað uppi, það er svona orð sem graf sig án þess að, og svo eins og Katrín, hvað fjölbreytni nákvæmlega er hún að tala þetta sem enginn í Íslands samfélagi ekkert eitthvað þekkt fyrir að vera fjölbreytt, sko. Mér finnst þetta fullkomin klísja einmitt. Ísland er ekki fjölmenningarsamfélag, punktur, það er það ekki. Og þetta er alveg eins og svona einhver býður kaffi eftir mat og þau segir, já, þú ert svona, já, fyrst þú býður, svona klísjur, kannski 10 dropa. Mér finnst þetta bara vera alveg eins. Þetta er bara orðalag. Alveg, já, ekki bara, já, endilega, gerðu kaffi fyrir mig, mér er alveg saman hvort þú sett að fá þér eða ekki, skilur. Nei, þetta er góð umræða. Núna er ég bara komið með áhyggjur í þessi orðin jafnleðilegur Jón Gnarr, sko. Ég náttúrulega grínisti, sko. Já, og segðu mér þessi grínisti, tengir við, þú veist, hann ótta sem Jón Gnarr hlýtur að hafa, og ég hef líka verið að segja Jón Gnarr að mér finnst hann þurfa að vera fyndani eða vera meira hann sjálfur, sko, í þessu framboði, er erfitt að vera grínisti, þar maður alltaf að vera fyndin, skilur. Það eru alveg skrítið að vera grínisti í svona framboðum vegna þess að, þú veist, þetta er forsetembætti, þetta er forsetembætti, þetta er svo virðulegt í hugum fólks, þannig séð, hann var líka borgarstjóri á mjög skrítnum tímum og það var borgarstjóri og hann bara fullkomin háðsátela, bara allt hans framboð og hvernig hann gerði það listilega. Ég held að þetta sé bara allt öðruvísi fyrir hann er náttúrulega bara annar maður í dag líka, en þú veist, við eigum eftir að sjá baráttuna hans. Ég held að hann hafa alveg núna 2 mánuði eða eitthvað slíkt til þess að vera fyndinn og sniðugur en samt líka eitthvað svona landsföðurlegur. Það verður bara mjög áhugavert að fylgjast með því. Ég held að það hafi samt verið sniðugt hjá honum að hafa svona ávarp, bara til þess að tryggja ákveðin hóp, að vera ekki bara, já, ég ætla að grínast núna og því ég held að það sé ekki stemning fyrir því samfélaginu, en það er alltaf stemning fyrir góðum húmor og hann sé fyndinn. Það er bara öðruvísi húmor, að hann sé ekki að gera lítið úr einhverjum, hann sé ekki að kýla niður. Nákvæmlega. En ég held með Jón, ég held að hann sé alveg gífurlega sterkur kandídat og miklu sterkar en ég hafði átt að mig á vegna þess að mér leið eins og það væri ekki sérstök eftirspurn eftir honum. Mér finnst hún hafa verið að aukast, það er bara einhver tilfinning hjá mér, þó svo að flestir sem að tala við segja bara Kata einhvern veginn, það er bara einhver búbla í kringum. Það getur breyst, ég held að það getur breyst hratt. Ég held að hún mælist bara, sko, ég held að einhver hafa verið að taka saman, Guðni hafi verið að mælast með 60% það fyrst þegar hann kom fram, hún mælist bara með 30, sko. Já, munið það, með fyrstu tölum 2016 það var hallað yfir Guðna, sko. Já, en þeir sjáðu líka að Baldur hefur svolítið verið þessu, hann steig snemma fram, svolítið eins og Andri Snær, með skoðanir, með eitthvað, við viljum nýta embætti til að gera þetta og hitt, sem reyndist ekki vel fyrir andra, kannski geta það reynst vel fyrir Baldur, ég veit það ekki. Ég hefði áhyggjur ef ég væri Baldur að þetta geti orðið svolítið eins og blaðra sem springur og þetta muni enda sem Jón Gnarr og Katrín sem verða svona helstu keppinautarnir. Ég held að verði þannig að þetta verði svolítið 2 turnar og Baldur svona fylgir fast á eftir. Ég held að mér sjást svolítið þegar við förum í sjónvarpskappræður sem að væntanlega margir búin að horfa á, það eru margir óákveðnir, mælast enn óákveðnir og viti ekki hvaða fótur ætla að stíga. Að þá sjáum við, sko, án þess að alltaf fara, sko, að tala hana eitthvað upp, sko, en Katrín Jakobsdóttir er náttúrulega bara verið forsætisráðherra í mörg ár og stjórnmálamaður lengi og verið í sjónvarpsviðtölum trekk og verið andlit ríkisstjórnar mjög lengi. Og ég held að svo reynsla muni bara sína sig þegar það bara komið í sjónvarpssal, sko. Ég get líka bara, þú veist, sagt það út af því að ég er ekki blaðamaður eða, þú veist, ég get bara haft þá skoðun sem ég hef að þú veist, eins og með Katrínu Jakobsdóttur. Ég hef til dæmis aldrei eitthvað hrifist sérstaklega af hennar pólitík, ég hef aldrei verið spenntur fyrir henni sem stjórnmálamanni, hún er ekki endilega mikill átaka stjórnmálamaður þó hún sé góð í átökum, en ég hef alltaf litið á hana bara svona, já, hún verður bara flottur forseti og ég hef alltaf litið á hana sem forsætisráðherra pínu sem bara eitthvað svona manneska sem er forseti, einhvern veginn, veitir hvað ég meina, hún er með þessa áru sem er bara mjög sérstakt líka með það hún er kona og okkar Finnst þér ennþá eiga við 2024 að konur taki þátt í stjórnmálum? Nei, alveg út af því að embættið eru mótað karlmönnum núna undanfarið 35-40 árið eða eitthvað. Þú veist, núna er ég að segja hvað heimskulegt. 30 ár. 30 ár. Já, og ég er að segja að það er bara mynd fólks, að það er ekki oft sem að kemur kona fram og þú hugsar, þessi konu er forseti. Það bara gerir sjaldan vegna þess að fólk er með eitthvað ímynd, hún er alveg föst þó svo að Vigdís hafi verið forseti, það er bara staðreynd.
hverja alltaf verið að tala upp, það einhverju kallar. Akkurat. Svo bara alveg eftir að koma ljós hvað frambjóðandur RÚV verður. Já, þið ennþá ætlaði að kynna hann á næstu. Já, það svona fyrir höfubráðum að svifta huluna því. Oddur, hverjir eru með þér í þessari nefnd sem að velja? Þið eru nokkur, ég má alls ekki tala annars þarf ég að drepa ykkur. Er Björn Malmquist í þessu? Nei, þetta eru við erum með 2 fulltrúar úr Djúpríkinu og ég þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna í dag, strákar. Það var þetta nokkur hrikalega leiðilegt? Nei, ég held að þetta hafi bara verið mjög bærilegt. Við erum hérna í Brussel, við ætlum að fara í vettvangsferðir og kanna alla ránkala báksins. Ég fæ kannski að skjóta að það er ýmislegt í stokk hér. Þetta er eitthvað sem Reykjavíkurborg greinilega að líta til að það er bara ljótir vegir eru í stokk. Glöggt er gests augað, svona læri maður eins og við sáum svo skemmtilega í Leifsstöð. Þau sem ferðast öðlast visku. Vitsur þörf, þeim er víða ratar. Ég var að nefna hérna við strákana að þetta stendur á vegg í Leifsstöð, þau sem ferðast öðlast visku, og ég kemst ekki að annarri niðurstöðu en þeirri að einhver hafi tekið háamál, vits er þörf, þeim er víða ratar, eða vits er þörf, þeim er fjöld hefur farið eða eitthvað svoleiðis. Einhver hafi tekið háamál, þýtti að vera ensku og aftur yfir á íslensku, og þannig hafi við fengið þau sem ferðast öðlast visku. Þetta er alveg agalegt. Þegar auglýsingastofunar hafa ekki betra fólk í brúnni þá gerist þetta. Mikilvægi íslensku menntunar. Heyrðu, þetta kæru hlustendur, ég ætla að láta þessu lokið hérna í bili og minnið þetta samstagsæðara ritstjórans, það eru Reykjavík Fótó, það er Þorgrímsson og það er Myntkaup. Og svo sem í samræmi með það sem hér hefur komið fram, hvet ykkur til þess að hafa ævinlega í heiðri grunngildi þessa fréttaþáttar, ást á ættjörðum, ást á sannleika, og ég boða það að hér sjáumst við að vikuleiðinni aftur á þessum vettvangi, væntanlega með hefðbundnu sniði. Í millitíðinni þá ætla ég að þakka þessum bræðrum mínum hérna fyrir samveruna. Takk fyrir þetta, kæru Jakob og Oddur. Takk hérlega fyrir, ég sé bara Guð blessi. Takk fyrir mig. Og Guð blessi ykkur, kæru áhorfendur.